við vorum báðir búin að vera í samböndum svolítið tíma þegar við förum hann út og búinir að spila 50 landsleiki eða eitthvað svoleiðis sko þegar við förum út, þó ekki séum ekki nema 22 líka sko. Þannig að við vorum svona tiltölulega langt komnir svona bæði félagslega og handboltalega þegar við förum hann út. Alfreð, hann sagði aðeins meira við þetta vorið 96. Hann hefur tekið leiðtogahlutverkið yfir hjá Val og yfirleitt valdið í vel. Hann sterkur varnarmaður og fjölhæfur sóknarmaður. Dagur hefur alla burði til að verða heimsklassa leikmaður. Varstu heimsklassa leikmaður? Já, ég held að á köflum hafi alveg verið það. En ferillinn lítur ekki þannig út. Ég spilaði 215 landsleikir í Íslands, ég var fyrir íslenska landsliðsins. Ég spilaði með íslenska landsliðinu þegar við náðum 5. sæti á heimsmeistaramóti sem það besta sem hefur náðst. Við höfðum í 4. sæti á Evrópumóti, við fórum Ólympíuleika og allt þetta. Ég hef pottþétt ekki talin upp sem heimsklassa leikmaður, komur svona aðeins niður í röðina. Ég held ég að verið á þessum tíma, þetta mitt besta, þá var ég þar. Það var ekki fyrir seinna, svona, eiginlega eftir Wuppertal sem að Óli fer að skara fram úr, sko. Ég held að fram að því þá var ég sko betri leikmaður en hann örfendur náttúrulega, svona hjálpaði til og hávaxinn og allt það. En Óli var svona, hvað segir maður, late bloomer, sko. Svona kemur aðeins seinna, sko. Sástu það fyrir í byrjun meistaraflokksferil að Óli yrði þessi leikmaður? Nei, alls ekki, sko. Hann hafði ekkert voða margt í þetta, sko. Hann var lítið keppnisskap fannst mér og hann var svona svolítið veikburða og hann var ekkert, hreyfigetan var ekkert svona mikil, sko. Af því að hann var svolítið svona seinna að taka út, hann var hotnamaður, sko, náttúrulega til að byrja með. Svo stækkar hann alveg svakalega og veldur því illa svona einhvern veginn. Limaburðurinn var ekkert sérstakur, hann var svona, við vorum báðir svona frekar grannir, sko. Með að við kannski stráka í dag. Og minna liftingar svona, þó að Þorbjörn Jensson hafi verið með áherslu á því, sko. Það voru bara svona grannir krakkar, sko. Já, nei, ég svo svona upp úr öðrum flokki og þegar hann fyrir að byrja í skiptunni og svona, þá fór maður að sjá að hann var með allt í þetta. Svo svona fyrstu árin